Nú býðst þeim áskrifendum Aurbjargar sem í frí áskrift að nýta sér eignavakt Aurbjargar. Eignavakt Aurbjargar nýstárleg fasteignaleit sem býður þér upp á að skoða allar fasteignir sem eru til sölu á fasteignamarkaðnum á Íslandi, en nýta líka til þess greiðslumat sem að viðskiptavinir setja upp sjálfir, og þannig hægt að leita að fasteign sem þú hefur efni á. Þarna leynist drauma eignin sem þú getur keypt. Og ég ætla að sýna þér hvernig ferlið fer fram. Þú byrjar á því að fara í eignavaktina á síðunni, eða þú ert búin að skrá þig í fríáskriftina, og getur smellt á greiðslumat. Ég ætla að setja greiðslumatið upp og ímynda mér að þetta séu hjón sem að samtals með 1,2 milljónir í tekjur á mánuði, eru kannski með aðra tekjur upp á 200.000, og ég ætla að giska á að þessir einstaklingar sem sparnað upp á 40 milljónir. Það eru kannski ekki allir með svona tölur í sínu heimilisbókhaldi, en ég vil bara taka þetta sem dæmi. Við höldum áfram. Einstaklingarnir þurfa að vera með einhvers konar gjöld í hverju mánuði, og ég bara giska á þau séu að borga 221.000 í gjöld í hverju mánuði. Önnur mánaleg gjöld sem tilfalla eru 50.000 og svo þarf að taka 30.000 frá í hverju mánuði fyrir námslán. Ég vil giska á þetta heimila eigi 1 bíl og það sé 1 barn á þessu framfæri. Og ef maður smellir hérna áfram, þá kemur greiðslumatið upp, og greiðslumatið sýnir að það hægt að kaupa fasteign fyrir 124 milljónir. Það kaupgetan, sem þýðir að það er að taka 84 milljónir krónur á láni, af því að þessir einstaklingar geta staðið undir 490.000 krónum í afborganir af lánum á mánuði, af því það er samkvæmt 35% viðmiðun Seðlabankans greiðslugetu einstaklinga. Förum aftur í eignavaktina. Þessi einstaklingu sem ég ætla að taka dæmi að sé að fara að kaupa sér íbúð núna búin að rekast á auglýsingu annars staðar frá fasteign í Hafnarfirðinum sem kostar 119 milljónir. Og að sjálfsögðu, leitar vélina hérna inn í eignavaktinni, þá poppar þessi ágæta fasteign upp líka hér. Og það hægt að smella á þessa ágætu eign. Ég vil fara tilbaka og benda á það að með greiðslumatið sem eitt af leitarskilyrðunum, þá sést að það kemur texti sem stendur á innan greiðslugetu, sem þýðir að einstaklingunni sem er að skoða, hann hefur efni á þessari fasteign og hann hefur möguleika að taka lán sem geta borið þessa fasteign. En ef við smellum á fasteignina sjálfa, þetta var að vísu röng fasteign, við skulum velja rétta, þá sjáum við að hún er hér. Og nú kemur annar óbúslega sniðugur hlutur sem í boði í eignavaktinni. Fyrir utan venjulega fasteigna auglýsingu, þar sem þú getur skoðað myndir og lýsingu og allt milli himins og jarðar, þá þetta að hafa samband við fasteignasalann, smella hér, en það hægt að gera tilboð. Þetta nýjung á fasteignamarkaðnum. Hérna getur þú hreinlega sendt tilboð á einstaklingin sem að selja og bara búið til tilboð sem gildir í nokkra daga, kannski með fyrirvarum ástandsskoðun og sölu á fasteignum. Og svo það að bæta við kaupanda og segja ég að kaupa þetta í fyrsta skipti, það að fara áfram og segja útborgunin verði bara 40 milljónir, og það sem eftir greiðist af þessum 119 milljónum mun þá koma hérna 79 milljónir. Er þetta ekki rétt reiknað hjá mér í hugunum? Ég held að það sé lánsupphæð upp á 79 milljónir. Greiðsluáætlun, það er að lýsa henni hér, það er að taka frá hverju lánsveitanir, ekki sem getur bara verið Landsbankinn þess vegna, og tryggingafélag getur verið VÍS. Svo bara að íta áfram. Og það meiri sem hægt að setja og taka fram að þú ert með aðra fasteign sem þú ætlar að selja, það eitthvað eigið fé í henni, það að setja heimilisfangið inn og svo hægt að senda þetta á fasteignasalann. Þannig að eignavakt Aurbjargar getur núna fyrir einstaklinga í fríáskrift leitað að drauma eigninni sem þú síðan hefur efni á. En hver munurinn á því að vera með eignavakt ef þú ert í fríáskrift og ef þú ert í greiddri áskrift? Það breytist 2 hlutir. Annars vegar það svo að í greiddri áskrift Aurbjargar verður þetta að sjálfsögðu að nokkurs konar vakt. Þegar nýjar fasteignir birtast innan þeirra leitarskilyrða sem þú ert að leita eftir, þá færðu tilkynningu í tölvupósti. Þannig að þú getur verið fyrstur með fréttirnar þar. Annars þarftu í fríáskriftinni að leita til þess að finna. Annað sem að einstaklingar sem eru í greiddri áskrift fá í sinni eignavakt að það myndast verðmat á öllum þeim íbúðum sem þú ert að skoða. Og verðmatið getur verið gagnlegt ef þú ert að skoða það með tilliti til þess hvað sett á eignina. Kannski mikill munur á verðmati og því sem sett á eignina. Það getur verið kauptækifæri og svo myndi lengi telja. En þá, til þess að nýta þetta, þá verður mjög gaman að fá þig yfir í greiddu áskrift Aurbjargar sem kostar bara 1.499 krónur á mánuði. Þá veistu það.